að sýna ykkur hvernig stofnið nýtt vörunúmer í birgðakerfinu. Förum hér í birgðir, smellum hér á vöruskrá. Hér myndum við segja bara ný færsla. Hér getum við valið að afrita. Við sjáum við eigum hérna einhver númer fyrir. Ef eitthvað númer var eins, til dæmis efni, þá get ég farið hér í afrita og valið það. Þá kæmi hún með allar upplýsingar inn á þetta vöruspjald nema vörunúmer, kæmi hún með verð og allt. En við ætlum ekki að gera það. Ég ætla að láta þetta heita hérna til dæmis eitthvað ljós, sem var kannski fyrir ljósaperu. Ég ætla ekki að nota íslenska stafi í vörunúmerinu, það er ekki gott að gera það. En hér get ég alveg nota íslenska stafi. Ég get verið hérna með 2 erlend vöruheiti, get verið hérna með einingalýsingu, til dæmis stykki. Ég sagt að það sé 1 stykki í hverri einingu. Ég gæti líka verið með eina einingu og í einingunni væri 12 stykki, ef þetta væri þannig pakningar. Ég gæti sagt að lágmarki væri þá 10 pakkar, ef þetta eru pakkar, einingin. Ég geti sagt að þetta vera lágmark 10 til á lager, en aldrei meira en kannski 100 stykki á lager. Ég gæti sett hérna að pöntunartími væri til dæmis kannski 40 dagar, ég kannski 40 dagar að fá þetta til landsins ef ég panta þetta erlendis frá. Það var ágætt að vita það. Ég get sett hérna vöruflokk. Ég gæti til dæmis verið með ljósaperur í einu flokk og eitthvað annað í öðrum flokk og þá vel ég bara þennan flokk. Ef ég er með þetta í hillukerfi hjá mér, þá get ég sett svona hvar ég seti þetta á lagerinn, þá get ég merkt lagerinn bara með einhverjum númerakerfi eða einhverju og slegið inn hér hann ég viti hvað þetta á að vera. Virðisauka-flokkurinn myndi ég velja hér. Get valið sala án og sala með 7% og sala með 25,5 og ég ætla að velja það. Ég get sett strax ef ég er komið með eitthvað lager og með ég er að stofna númer, ég á kannski 50 stykki af þessari ljósaperu, þannig ég ætla bara að setja það strax hérna á lagerinn. Ég get farið hér undir ýmislegt og valið hvort þetta sé lagervara sem það er í þessu tilfelli, eða ef þetta veri vinn eða akstur, þá myndi ég merkja það hér og þá tekur hún ekki út af lager þegar ég er að selja þessa vöru. Ég get lokað fyrir sölu ef þetta er eitthvað vörunúmer sem ég vil ekki nota lengur, þá haka ég bara hér í og þá kemur upp aðvörun þegar ég reyna að selja á þetta og þá er það ekki hægt. Ég gæti verið með afsláttamagn hérna, til dæmis ef einhver kaupir 100 stykki að þá fengi ég kannski 10% afslátt og svo framvegis. Hérna get ég verið með 3 mismunandi aðferðir og þetta gæti verið svona stighækkandi eftir magninu sem þú kaupir. Ég get valið hér númer Birgis sem getur hérna Norge ABC, við erum kannski að vesta þetta bara frá honum. Hann geti hérna verið með eitthvað annað svona vörunúmer og við getum slegið það hér en hann við vitum það og hvert vöruheiti hans er. Varanúmer, veljum hérna bókunflokk, þetta stýrir í hvert, ef við seljum á þessu vörunúmeri, hvert það fer í fjárhæðin hjá okkur þegar það færist þangað við söluna. Hér er uppfærð reikning. Og þá get ég valið hérna til dæmis sala með 25,5 eða 7%, ég ætla að velja hérna 25,5. Þetta B001 kemur yfirleitt sjálfkrafa, þannig að yfirleitt ef það er sala með 25,5 þá kemur þetta sjálfkrafa, þú eru ekkert áhyggjur því. Tollflokkur, ef við erum að nota tollskrána, getum við valið hér úr tollskráni eða leitað í henni, slegið inn tollanúmerinu hér. Við getum sagt að sé bannað að veita afslátt af þessari vöru, viljum til dæmis ekki að einhver gefa afslátt af þessari vöru tilteknu. Ef ég er að nota kassakerfi þá get ég látið senda þetta á kassa og vigta vöru. Þetta tvennt fyrir kassakerfið. Hér er ef ég er að nota einhverja hillumiða og þarf að gera það, hver stærðin er og hvað ég að prenta marga hillumiða í hver skipti. Ef það eru aukastafir í vikt til dæmis, hvort þú viljið hafa 1 aukastaf eða 2 þegar hún er að vigta. Hérna eru upplýsingar fyrir tollakerfi, tegund umbúða, hvort þetta er pappi eða plast og þá slæðir maður inn öllum upplýsingum það hér. Ég get farið síðan hér og í strikamerki. Hér get ég skannað inn eða handslegið inn strikamerkjanúmerunum. Ég get verið með svokölluðu EAN strikamerki eða bara einhver strikamerki sem ég bý mig til eða eitthvað frá erlenda aðlanum, þá get ég bæði skannað inn og hérna handslegið inn. Getum slegið hérna einhverju númeri sem væri þá strikamerki, staðfestum það. Þá get ég skannað á reikningnum inn. Við getum farið hér og sagt breyta verði. Hér get ég slegið inn erlendu verðinu eða nota verðútreikning. Þá get ég slegið hérna inn kostnaðarverðinu ef það er eitthvað erlent verð og láta hann að reikna það fyrir mig. Ég get líka bara slegið inn hérna einhverju íslensku kostnaðarverði, segjum að ljósaperan kostar bara 10 krónur.
og hér get ég sagt að við ætlum að nota verðútreikning fyrir verðið. Við getum þá verið með álagningarprósentu ofan á þetta, 50%, 100% eða hvernig sem það eða föst álagning eftir hvað við erum að nota. Sumir nota þetta, fyrst kemur þessi álagning, svo þessi. Allt til að bara prófa þetta aðeins. Ég get verið með 3 mismunandi verð og ég get líka bara slegið inn verðinu hérna án virðisauka og sagt bara að þessi ber á kannski bara að kosta 50 krónur og ég get að valið hvort ég slæða inn með eða án virðisauka. Þetta var svona einfaldar útgáfan. Við staðfestum þetta bara. Þá erum við komin hérna með vörunúmer og við skráum þetta. Þá sjáum við hérna, hér er komið nýtt vörunúmer, ljósapera, 50 stykkja lager, verð 1 er 50 krónur án virðisauka. Takk fyrir.